Þá værum við klár. Góðan daginn. Þá hefst 15. bæjarstjórnarfundur bæjarstjórnar Árborgar, kjörtímabilið 2022 til 26. Hann haldinn hér miðvikudaginn 22. mars árið 2023 í Grænumörk 5 á Selfossi og mætt eru til fundarins sá hér stendur Kjartan Björnsson forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vítalín Guðmundsson bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi B-lista og Díana Lind Sigurjónsdóttir varabæjarfulltrúi B-lista og ég býð hana formlega velkomna til síns fyrsta bæjarstjórnarfundar og Álfheiður Einarsdóttir bæjarfulltrúi A-lista. Helga María Pálsdóttir bæjarritari, hún sér fundargerð og annan frágang við fundinn. Nú fyrst langar mig að spyrja bæjarfulltrúa hvort það eru einhverjar athugasemdir við boðun fundarins. Ef svo ekki, þá getum við bara gengið til dagskrár og það fyrsti liður á dagskránni húsnæðisáætlun 2023 og það nú hér í meðfylgjandi gögnum frá HMS yfirgripsmikil húsnæðisáætlun og ég ætla að opna fyrir mælendaskrá hana og það Bragi Bjarnason D-lista sem við beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, það lögð fram húsnæðisáætlun fyrir árið 2023 til 32 en þær eru endurskoðaðar síðan á hverju ári og lagðar fram í rauninni á þessum tíma og nú þetta að verða miklu rafrænna hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem mjög jákvætt þannig að fólk getur fylgst betur með bæði bæjarfulltrúar og starfsmenn og allir áhugasamir en kannski helstu bara rétt til að stikla því helsta sem kemur fram náttúrulega það sem verið að gera ráð fyrir íbúafjölgunni hún fer aðeins niður á milli ára og það eru kannski tveir megin þættir sem verið að taka mið af að lágspá sveitarfélags eru 2%, miðspáin 4% og háspáin 6% og nú náttúrulega eins og við sjáum vextir og háir það kannski sagt að fasteignamarkaðurinn mjög hægur núna allavega þannig að þetta þarf að taka mið af þessu öllu saman hvar við stöndum en þetta sett fram svona þegar horft til lengri tíma því alltaf verðum við náttúrulega með ákveðið meðaltal en svo hinn þátturinn sem hefur áhrif á þessu áætlun í okkur að það hefur komið í ljós náttúrulega við höfum verið mjög miklu vandræði með annars eftirspurn orku þegar við horfum til lengri tíma og þar erum við að tala heita vatnið og það hefur líka áhrif á þessa spá þannig að það er verið að taka þessa þætti allir inn til þess að húsnæðisáætlun sé sem raunhæfust en að öðru leyti hvet ég fólk náttúrulega bara til að kynna sér áætlunina þegar hún kemur inn því hún tekur á mörgum þáttum. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi, þá er Álfheiður Einarsdóttir A-lista beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir sem að fylgjast með. Við í Áfram Árborg erum ánægð með þessa húsnæðisáætlun. Það greinilega vel staðið að verki, þetta vandað og það eru marktæk gögn og bestu upplýsingar sem eru notaðar sem eru til reiðu. Meðal annars skýrslu sem var gerð í september 2022. En það eru hlutir í áætluninni sem að þarfnast nánari skoðunar. Við vitum að vöxtur sveitarfélagsins hefur ekki verið sjálfbær undanfarin ár. 24% fjölgun íbúa sjálfbær, myndi ég segja. Við höfum verið að taka á móti sérstaklega ungum barnafjölskyldum sem hafa flúið dýrtíð á höfuðborgarsvæðinu og bæjarfélagið hefur því miður ekki getað haldið uppi ásættanlegu þjónustigi og þá sérstaklega við barnafjölskyldur. Ég vildi einnig benda á að áætlunin heldur ekki í við biðlista eftir ýmsum búsetuúrræðum og mér finnst það ákveðið metnaðarleysi því að biðlistum á að útrýma. Það er ekki náttúrulögmál að það eigi að vera biðlistar eftir félagslegu leiguhúsnæði
almennu leiguhúsnæði fyrir tekjulága eða íbúðir fyrir eldra fólk. Og svo að lokum þá vildi ég að benda á að námsmanna íbúðir eru 0 og engir á biðlista. En það eru þetta vegna þess að það er engin biðlisti til. Og ef það er engin biðlisti til, þá eru þetta engin á biðlista. En við vitum vel að námsmenn, bæði einstaklingar og pör, sem koma langt að til náms í FSU vantar sárlega húsnæði á viðráðanlegu verði, það er að segja almennilegri heimavist. Annars vildi ég bara þakka fyrir þessa greinargóðu áætlun og hvetja bæjarstjórn til að ná tökum á fjölgun íbúa í sveitarfélaginu niður í 2–4% þar til við náum að fjárfesta í nauðsynlegu húsnæði og útvega lóðir fyrir allt þetta fólk. Takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður. Arnar Freyr Ólafsson, B-lista. Næstu biðjum orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég sömuleiðis tek undir það að þetta er gríðarlega vel unnin skýrsla og greinagóð með mikið af upplýsingum sem að gott er að styðjast við. Vissulega stingur að mann að sjá að biðlistar jafnvel í lágspám á til dæmis á leikskóla og á öðrum listum í rauninni að aukast eftir því sem að árin líða. Og það er miður og vissulega er bara gott að fá þessa skýrslu til þess að draga þetta fram fyrir okkur bæjarfulltrúa vegna þess að þetta kemur til með að leyfa okkur að forgangsraða raunverulega í þessari uppbyggingu sem að fyrirliggjandi er. Það er eitt sem að stakk mig verulega og það er í rauninni bara merkjum metnaðarleysi niður við strönd. Að á Eyrarbakka eru áformaðar 6 íbúðir á ári til ársins 2032. Og við erum að sjá að það eru 400 og eitthvað íbúðir byggðar á ári, svona cirka, og 6 á Eyrarbakka, 20 í Búkarabyggðinni og 4 á Stokkseyri. Og þarna eimir af ákveðnu metnaðarleysi sem að hefur í rauninni verið til staðar í sveitarstjórnum hingað til og bara getur sagt frá aldamótum vegna þess að við höfum í rauninni séð að eftirspurnin alveg til staðar niður við strönd en við þurfum bara að taka kastljósið svolítið og uppfæra þetta. Ég bara brýni þá sem að vinna í þessu að við kostum þess ekki fram svona og segjum þetta áætlun sem við ætlum að fylgja. Vissulega er þetta gott plagg og þetta dregur þetta fram en þetta stingur mig svona svolítið í augun og hjartað pínulítið. Þannig að ég hveti þess að við endurskoðum þetta og hækkum þetta til muna svo að þorpin verði nú rekstrarhæfar einingar þegar fram í sækir. Takk. Þakka þér fyrir. Arnar, eru fleiri sem að vilja tjá sig þessa húsnæðisáætlun, húsnæðis- og mannvirkjastofnunar fyrir 2023? Jú, Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Árétta, hún er frá 2023 til 2032, svo því sem hagahaldið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem eru að horfa á fundinn. Já, við erum hérna að ræða húsnæðisáætlun sveitarfélagsins Árborgar fyrir þetta árabil, en eins og komið það fram áðan þá er þetta náttúrulega alltaf endurskoðað og það er svona góða við þetta nýja hvað skal segja, þetta nýja útlit eða að sem sagt, það er auðvelt að bera saman húsnæðisáætlun á milli sveitarfélaga. Þetta er gott form sem er komið á þetta og bara virkilega svona aðgengilegt hvernig þetta hefur verið sett upp þannig að eins og segja það er auðvelt að bera saman svipa
svipar tölur og gögn á milli sveitafélaga. En nú eru þetta húsnæðismál mikið rædd í samfélaginu og það voru þetta gerður rammasamningur á milli ríkis og sveitafélaga um aukið framboð íbúða og stefnu, sameiginlega sýn í stefnu í húsnæðismálum. Og þetta var undirritað í júlí í fyrra. Og við höfum ekki beinlínis kannski unnið eftir þeim rammasamningi eða hann hefur svona verið tekinn mest til umfjöllunar á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborg var svona stærsti aðili að þessu, en auðvitað föllum við öll sveitarfélög undir þetta. Og eitt sem að talað í þessum samningi sem vert að velta fyrir sér samhliða því að við erum að endurskoða húsnæðisáætlun okkar, það er þetta með almenna leiguíbúðir sem talað að eigi að vera í rauninni 5% af öllum íbúðum í sveitarfélögum. Það talað það í þessum samningi sem gerður var á milli ríkis og sveitarfélaga. Og þar þurfum við að bíta í skjaldarendur og standa okkur betur. Við erum ekki og langt frá því að ná þessu markmiði, og það sést líka eins og í okkar húsnæðisáætlun að það var auðvitað mikil bót og mikil fagnaðarefni þegar við fengum íbúðafélagið Bjarg og íbúðirnar þeirra sem eru 28 talsins, og við sjáum í áætlunum okkar hvaða eru ótrúlega margir að bíða eftir þannig slags íbúðum. Þráttur að við höfum fengið 2 fjölbýlishús, þá bara dugir það ekkert og við þurfum fleiri íbúðir. Og eins og staðan núna á markanum, þá náttúrulega enn meiri ásókn í þessar íbúðir af því að það eru fleiri sem að unga fjölskyldur sem að standa höllum fæti á íbúðamarkaði með tilliti til þessu vaxtaumhverfis og það sem við erum að kljást við í efnahagslífinu. Að nú eru fleiri og fleiri sem er bara hafnað lán, sem hefðu fengið lán bara fyrir ári síðan. Og það er náttúrulega þetta er bara mjög alvarleg staða og gerir það að verkum að við þurfum að huga enn frekar að því hvernig við aðstöðum fólk við að komast út á markaðinn. Og eins og ég segi, við erum búin að skrifa undir þarna, eða okkar fulltrúar skrifuðu undir þennan rammasamning og við þurfum að huga betur að því hvað við getum gert til þess að koma til móts við og vinna samkvæmt þessum rammasamningi. Takk. Þakkaði fyrir, Arna. Eru fleiri sem að vilja tjá sig? Og ef svo er ekki, að þá berum við þessa húsnæðisáætlun fyrir sveitarfélagið Árborg upp til atkvæða og þeir sem eru henni samþykk vinsamlegast gefi merki. Þeir sem eru á móti, það eru 10 sem greiða áætlunni atkvæði og Álfheiður Einarsdóttir Álfesta situr hjá. Þeir telja fulltrúana. Já. Nú, það var nefnt við forseta dögunum að við værum ekki nægilega duglegir bæjarfulltrúar og kannski sveitarfélagi líka að vekja athygli á bæjarstjórnarfundunum, af því nú eru þeir í beinni útsendingu á YouTube, er það ekki? Og að það er kannski rétt að brýna bæjarfulltrúa til þess að vekja athygli á fundunum, því að þetta eru auðvitað upplýsandi fyrir íbúa að sjá og fylgjast með fyrir þá sem það vilja. Þannig að ég svona færi þá hvatningu yfir til bæjarfulltrúa kjörinna að vekja athygli á fundunum á sínum samfélagsmiðlum. En þá er komið að öðrum lið á dagskránni og það er síðari umræða fyrir samþykktum meðhöndlun úrgangs og það eru hér 3 fylgiskjöl með því máli í þessari síðari umræðu og ég opna fyrir umræður um þetta og það er Bragi Bjarnason délista sem hefur beðið orðið.
Forseti bæjarfulltrúar og tilheyrendur, já, við erum í seinni umræðu samþykktum meðhöndlun úrgangs. Hún er lögð fram þá með þeim athugasemdum sem voru komið fram síðast, þar sem vorum aðeins að skerpa á varðandi grenndarstöðvarnar sem eru það staðsettar í sveitarfélaginu og taka á móti flokkuðum úrgangi frá heimilum og eða smærri fyrirtækjum. Samkvæmt ákvörðunum og núna breytast semst flokkurnar við grenndarstöðvarnar þar sem er tekið á móti málmi, textíl og gleri. Það verður ekki pappír og eins og verið hefur. En eins og íbúar hafa tekið eftir þá er búið að dreifa fjórðu tunnu sem á að innihalda sem flokkum plasti inn á öll heimili og núna strax getur fólk beðið í rauninni breytingar á tunnu samsetningunum hjá sér og það er semst hægt að fá tvískipta fyrir almenna úrganginn og lífræna og eða minnka stærð á gráutunnunni, fara niður í 140 lítra jafn stóra og brúna er. Þannig að þetta er hægt að gera í gegnum mín Árborg inn á heimasíðu sveitarfélagsins og rekur sér svona áfram þar, þannig að hvernig þú getur skilað gamalli tunnu og fengið þessar nýju inn, fólk vali eftir sínu smekk. Síðan er í rauninni þróun á þessu áfram og þetta verður þróun á þessu ári, hvernig þetta mun ganga og vonur okkar standa til að það verði hægt að fara á nýju ári í svo kallar deili hagkerfi líka, þannig að parhús geti mögulega verið bara saman með 4 tunnur, en það er eitthvað sem við þurfum að vinna betur á þessu ári. Einnig breytingarnir sem verða á gámasvæðinu núna þegar líður 1. júlí að þá er rauninni verða komna 2 vigtir, þannig að þú vigtaðar inn og út og það greiðir fyrir allt sem þú hendir. Þannig að það verið að reyna að halda niðri almennum kostnaði sem er í sorphirðu gjöldunum hjá okkur, en þeir sem þurfa að henda ruslinu þeir greiða svona í mjög einföldu máli sagt. En skiptakortin sem eru inn á vefnum, menn geta nota það áfram til 1. júlí. Þannig að við maður gera nýta það alla leið. En að öðru leyti legg ég bara til að við samþykkjum þessa samþykkt. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi og þá hefur Álfheiður Einarsdóttir Álista beðið orðið. Forseti, ég vil bara þakka umhverfisnefndinni og starfsfólki þjónustuviðstaðar sem hefur með umhverfismálin að gera fyrir góða vinnu. Þetta er góð samþykkt og við erum þetta er okkar sérstaka áhugamál í Áfram Árborg. En það var eitt sem að við vildum þó gjarnan sjá og söknum ennþá úr samþykktinni og það er rekjanleiki úrgangsins. Það er að segja hvert flokkaði úrgangurinn fer, allt frá heimili og á endastöð og hvernig hann er endurnýttur eða endurunnin þar. Þannig að það er það eina. Annars er þetta bara alveg frábært og ég þakka fyrir bara góð störf umhverfisnefndar og starfsfólks. Takk. Þakka þér fyrir, Álfheiður. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Og ef svo, já, Arna Ýr Gunnarsdóttir á lista, nei, S-lista. Forseti, já, það er ánægilegt að við séum að taka þetta mál til umfjöllunar hérna í dag og standa til svona hríð að klára endurskoðun á þessum samþykktum og og ég bara fagna því að við séum að klára þessa afgreiðslu hér í dag. Mér langaði kannski að bara örstutt varðandi grenndarstöðurnar að það er nauðsynlegt að við hugum að því núna í framhaldinu og það er að byrja að undirbúa að við getum fjölgað grenndarstöðum. Þetta er auðvitað þetta var sett upp á síðasta kjörtímabili til reynslu og hefur verið nýtt mjög vel, en nú er verið að breyta þessu því að við erum auðvitað að vinna í samræmi við nýjar reglugerðir og það er svona, þær þyrftu að vera fleiri þessar stöðvar til þess að bara heimturnar yrðu betri, að því nú erum við náttúrulega að fara taka
inn til dæmis flokk sem fólk hefur verið vant að geta komið í lóð fyrir utan heimili sín. Þannig að og það er svona heldur langt á milli stöða og við þyrftum að vinna aktíft í því að fjölga þessum grenndarstöðum núna bara á næstunni og helst sem fyrst. Takk. Fyrir Arnar og fleiri sem vilja tjá sig. Nú ef svo er ekki að þá ber ég þetta upp til atkvæða, samþykktum meðhöndlun úrgangs í Sveitarfélaginu Árborg hér í síðari umræðu, þeir sem eru því samþykki við að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá er komið að þriðja lið á dagskránni og það er einnig að ræða síðari umræðu og það er hér gjaldskrár mannvirkja og umhverfisins 2023 og það er hérna meðfylgjandi hér gögn það á fundinum og ég opna fyrir ef menn vilja hér tjá sig þessa gjaldskrár. Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessum nýju gjaldskrám samþykk vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það fjórði liðurinn á dagskrá breyting á samþykktum bergrissans. Það eru líka síðari umræða og það eru hér 3 fylgiskjöl með því máli á fundinum og sem ég ætla nú ekki að fara að lesa hér upp en eru einhverju sem vilja tjá sig þessar breytingar á samþykktum bergrissans. Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru því samþykkir vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það 5. liður á dagskrá fundarins tillaga frá bæjarfulltrúa á lista byggðasamlagið Bergrisinn. Á 14. fundi bæjarstjórnar var bæjarstjóra falið að fá verðtilboð í ráðgjöf á bæði kostum og göllum þess að halda áfram þátttöku í byggðasamlaginu Bergrissanum og hvort áframhaldandi samstarfs í Árborg til hagsbóta að leggja fyrir bæjarstjórn. Fjóla Kristinsdóttir, hún fór í það að finna verðtilboð og það er hérna sagt í neðanmáls að lagt sér til að samþykkja að fá mat frá HLH ráðgjöf og kostum og göllum þess að halda áfram þátttöku í byggðasamlaginu Bergrissanum og hvort áframhaldandi samstarfs í Árborg til hagsbóta. Ég opna fyrir umræður þetta mál og það er Álfheiður Einarsdóttir á lista sem við orðið. Forseti. Ég kem hérna undir lið sem að varamaður minn Axel Sigurðsson flutti tillögu og nú þegar við erum að velta við í raun og veru hverjum steini til að hagræða og bæta þjónustu sem við veitum íbúum okkar sveitarfélags, þá finnst okkur þetta tilboð HLH sanngjarnt, bara mjög sanngjarnt og þeir hafa reynslu af því að skoða einmitt þessi mál. Þess má geta að við lítum sérstaklega til líkansins á Akureyri og í Skagafirði þar sem að þau eru leiðandi sveitarfélög og þjónusta nærliggjandi sveitarfélög gegn greiðslum í stað þess að vera með byggðasamlag. Okkur hér, kjörnum fulltrúum Árborgar, ber skylda til að kanna til hlítar hvort og hvernig við getum sparað fé ásamt því að gera þjónustuna skilvirkari með það að markmiði að gera Árborg að leiðandi sveitarfélagi í þjónustu við fatlað fólk. Við í Áfram Árborg leggjum því til að tilboði HLH verði tekið. Það kemur hér fram í tilboðinu, nú er ég ekki viss, er það trúnaðarmál? Ok. Við leggjum þess að til að þessu tilboði verði tekið. Takk. Þakkaði fyrir, Álfheiður. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir beðin orðið. Já, forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Já, hérna,
varandi þessa úttekt þá erum við eins og hefur komið fram og komið fram síðast þegar við hittumst og rættum þetta að þá höfum við leitað til nefndarinnar í jöfnunarsjóð sem að þetta falli undir líka það fjármagn sem þeir eru tilbúinir að veita okkur í bara ráðgjöf til þess að skoða allar hagræðingar og við erum búin að senda þeim þetta og eins og bæjarfulltrúi Álfheiður sagði að þá hann mjög reyndur, hann Haraldur hefur tekið út þessi sveitarfélög og nýbúin að vinna að úttekt fyrir Bergrisand bara heildstætt þá með það markmiði að hagræða og leita leiða til þess að bara, rauninni leita hagræðingar í rekstrinum. Þannig að hann mjög vel að sér í okkar málum líka. Þannig að ég legg til að við samþykjum þetta og setjum þetta inn sem einn af okkar bara svona pakkum inn í ráðgjöfina sem við fáum þá endurgreidda frá jöfnunarsjóði. Þakka fyrir. Fjóla, eru fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti. Mér langar kannski fyrst aðeins að minna á í umræðunum þetta að þrátt fyrir að Akureyri og Sveitarfélagið Skagafjörður eða áður Sauðárkrókur eða hvað þetta Sveitarfélagið Skagafjörður sé leiðandi sveitarfélag þá búum við allt aðra menningu hér á þessu svæði, allt aðra menningu. Og það ekki, ég ætla bara að minna það aftur, það ekki okkar að ákveða að verða leiðandi sveitarfélag. Við erum auðvitað í dag í samstarfi við 13 sveitarfélög á Suðurlandi þessa þjónustu og þó svo að við tækjum ákvörðun að hætta eða segðum upp samstarfinu byggðasamlagið, þá það ekki þar með sagt að við værum orðin leiðandi sveitarfélag. Og það ekkert víst að hin sveitarfélögin hafi nokkurn áhuga á því. Þannig að við verðum að gera okkur algjörlega grein fyrir því. Það miklu lengri hefð fyrir að Akureyri til dæmis sé leiðandi sveitarfélag. Það bara hefð fyrir því í svo mörgum málaflokkum, þarna fyrir norðan. Það hefur engin hefð verið fyrir slíku hér. Þannig að við þurfum aðeins að horfa til hver svona hefðin og menningin í samfélagunum En það alveg sjálfsagt að skoða hvað þetta þýðir. Og þetta til náttúrulega ofboðslega mikið af gögnum nú þegar því Haraldur búinn að taka út Bergrisand, hann búinn að taka út rekstur Bergrisands og mikið af þessum gögnum liggur fyrir, þannig ég held að hann ætti nú að vera eldsnöggur á þessu, hann alveg max að nota 50 tíma í þetta, max. En ég var til dæmis að rýna í gögn í dag ný framlögur í jöfnunarsjóði og það eru alveg gríðarlegar hækkanir á framlögum. Þannig að ég var bara eiginlega alveg undrandi hvað að koma mun meira inn í innan málaflokk heldur en hefur verið lengi. Og ég fylltist nú bara smá bjartsýni, þannig að svona í öllu þunglindinu. En án alls gríns þá svona lítur út fyrir að sem málaflokkur sé að rétta svolítið úr kútnum, loksins. En þetta svo sem, eins og ég segi, það ætti ekki að vera mikið mál að finna út úr þessu. Það voða lítið eftir að það búið við sátum heilan fund þar sem hann fór yfir allar þessu tölur, þannig að þetta ætti ekki að vera flókið. En takk. Takk fyrir, Arna. Fleiri sem vilja tjá sig. Það náttúrulega, svo Arnar lýsti réttilega, hann eiginlega með allar þessar upplýsingar, svo að segja. Hann búinn að vinna í þessu svo mikið. En gott og vel, það kemur hins vegar ekki fram hér í þessu verðtilboði að hann áallar hér 50-70 tíma, eins og segir hann tímagjaldi, og það kemur ekki fram hvort að það 25.000 krónur pluss vaskur eða inni heldur vask. Ég myndi halda að þetta væri
Já, þetta er nú allnokkur upphæð. En gott og vel. Eigum við að ganga til atkvæðum með þá óvissu af vopni að þetta sé annarkvort með eða án vasks. Já. Gott og vel, við gerum það. Þeir sem eru því samþykk að taka þessu tilboði frá Haraldi Líndal Haraldsinni eða HLH ráðgjöf, þar sem hann mun kanna kosti þess og galla að Sveitarfélag Árborg haldi áfram þátttöku í byggðasamlaginu Bergrísanum og hvort þetta sé til hagsbóta fyrir sveitarfélagi. Þeir sem eru því samþykkir að ganga til þessa samstarfs við HLH ráðgjöf vinsælast gefur merki. Það er þeir sem eru á móti. Það eru sem sagt 6 bæjarfulltrúar D-lista og bæjarfulltrúar A-lista sem að samþykkja. Það eru 7 og hversu, nei, ég fyrir ekki þú. Já, þeir var búin að setja niður hendina þá og bæjarfulltrúar S-lista en bæjarfulltrúar B-lista sitja hjá. Hendi var komin niður í við stafsökunar því. Það er það sem er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá göngum við til 7. liðar á dagskránni og það er erindi velferðarnefndar. Þetta er tillaga frá fyrsta fundi velferðarnefndar frá 2. mars, liður 2. Erindisbréf velferðarnefndar og það er hér lagt fram til samþykktar uppfært erindisbréf velferðarnefndar og það liggur hér fyrir með þessu máli í fylgiskjali. Er einhverju sem vilja tjá sig þetta málefni? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykk þessu erindisbréfi velferðarnefndar vinsælast gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. liður á dagskrá fundarins deiliskipulag Lækjargarður og það er tillaga frá öðrum fundi skipulagsnefndar frá 8. mars, liður 4, deiliskipulag Lækjargarður. Mál áður á fundi skipulags- og byggingarnefndar dagsettu 27. júlí 2022 og var frestað. Fram yfir gildistöku endurskoðaðs aðalskipulags Árborgar 2020-36. Eiður I. Sigurðsson fyrir hönd landeiganda Lindu Rut Larsen leggur fram tillögu að deiliskipulagi fyrir landsbyggðuna Lækjargarður með númerið L166200 sem er tæpi 4 hektarar að stærð. Tillagan gerir ráð fyrir að heimilt verði að byggja á spildunni íbúðarhús alltaf 350 fermetra að stærð og getur verið 1 til 2 hæðir. 2 gesthús alltaf 80 fermetra að stærð hvort, auk skemmu alltaf 400 fermetra að stærð. Landsbyldan er í gildandi aðalskipulagi Árborgar 2020 til 2036 skilgreint sem landbúnaðarland í flokki L2. Aðkoma er á Mótmúlavegi og aðkomuvegi að Lækjargarði. Skipulagsnefnd samþykkti tillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga og mæltist til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja tillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa í framhaldinu að auglýsa tillöguna í samræmi við skipulagslög. Þá vil ég opna fyrir umræður þetta 7. mál á dagskrá bæjarstjórnar Árborgar deiliskipulag við Lækjargarð. Einhverju sem vilja tjá sig. Ef svo er ekki, þá ber ég hana upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykki vinsælast gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 8. liðurinn á dagskrá fagurgerði Grænuvellir, deiliskipulagsbreyting. Tillaga frá öðrum fundi skipulagsnefndar frá 8. mars, liður 5, fagurgerði Grænuvellir, deiliskipulagsbreyting. Ingibjörg Sveinsdóttir hjá Eflu fyrir hönd lóðarhafa fagurgerðis 5 leggur fram tillögu að breytingu á gildandi deiliskipulagi íbúðabyggðar og miðsvæðis sem afmarkast af götunum fagurgerði, Árvegi, Hörðuvöllum og Grænuvöllum, auk syðsta hluta afmörkunar deiliskipulag sem nær einnig til miðsvæðis austurvegar. Breytingi snýr að því að lóðinni fagurgerði 5 er skipt upp í 2 lóðir, byggingarheimildir á deiliskipulagssvæðinu eru yfirfarnar og breytt að hluta til.
Gerð er breyting á greinargerð og uppdrætti gildandi deiliskipulag fyrir Grænuvöll og nágrenni var staðfest með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda í apríl 2020. Breytt deiliskipulag er í samræmi við aðalskipulag Árborgar 2020-36 en þar er svæði skilgreint sem íbúðabyggð IB18 og miðsvæði M4. Skipulagssvæði er 3,2 hektarar að stærð. Byggt hefur verið á flestum lóðum á því svæði sem deiliskipulag Grænuvallar nær yfir. Íbúðir eru á 1 eða 2 hæðum og hús á miðsvæði á 1 til 3 hæðum. Íbúðir eru að hluta til á efri hæðum bygginga á miðsvæði. Skipulagsnefnd samþykkti tillöguna í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mæltist til þess við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillögunni í samræmi við 43. grein sömu laga og feli þar með skipulagsfulltrúa að auglýsa tillögunni í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Við framtíðar uppbyggingu á svæðinu vildi skipulagsnefnd árétta að til samræmis við gildandi aðalskipulag Árborgar 20-36 skuli við þéttingu í þegar byggðum hverfum nýbyggingar felldar að því byggðamynstri sem fyrir er. Þá hefur sú ítrykkun komið fram og ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig. Bragi Bjarnason, B-lista hefur beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur, svona rétt til nánar útskýringar þá er í rauninni breytingin felur í sér að það er verið að skipta upp lóðinni sem liggur á horni Grænuvalla og Fagurgerðis. Þannig að Fagurgerðis 5 verður að Fagurgerði 5 og 7, þannig að lóðin 7 verður til á horninu og passar þá við í rauninni og síðan er það á eftir að koma fyrir skipulagsnáttúrulega hvernig endalegt hús verður sett á svæðið. En þetta er í rauninni eina breytingin á deiliskipulaginu, það er þessi skipting á þessum lóðum, svona til nánari upplýsingar. Þakka fyrir. Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þessa deiliskipulagsbreytingu á horni Fagurgerðis og Grænuvalla. Þeir sem henni samþykki vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 9. liðurinn á dagskrá fundarins reglur þjónustu frístundaheimila. Þetta er tillaga frá öðrum fundi fræðslu og frístundanefnda frá 8. mars, liður 1, reglur þjónustu frístundaheimila 2023. Og þarna er lagt til að loka sér samfleytt í 4 vikur í stað 2 vikna í lok júlí og byrjun ágúst. Og fræðslu og frístundanefnd samþykkti tillöguna samhljóða með reglurnar og vísar því áfram til afgreiðslu bæjarstjórnar Árborgar. Ég opna fyrir mælendaskrá. Brynhildur Jónsdóttir, B-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, það liggur fyrir drög að breytingum á reglum á frístund þjónustu. Þetta er nú helst deilað kannski bara hvenær er varðandi opnunartíma, og það er gulað allt sem eru breytingar. Þannig að almennu opnunartími frístundaheimila er klukkan 13 til 16:15 en ekki 16:30 og síðan verður farið að hægt að kaupa viðbótarstund frá klukkan 8 til 9 sem er þó greitt sérstaklega fyrir. Og einnig og síðan var verið að bara svona hnykkja á því að það sé að önnur sveitafélög sem er að fá þjónustu sem þurfa að greiða sérstaklega fyrir þjónustuna frá öðrum sveitafélögum. Og svo eru svo börn sem að hefja nám í 1. bekk geta tekið þátt sumarstarfi frístundaheimila á svokölluðum aðlögunarnámskeiðum í 2 vikur í ágúst fyrir skólabyrjun. Þetta er svona kannski það helsta. Þakka fyrir Brynhildur. Álfheiður Einarsdóttir, A-lista.
Forseti, hér erum við að ræða breytingu á þjónustu frístundaheimila og ég velti því fyrir mér hvað þessi tillaga spara sveitarfélaginu á ári og hvort að það sé í virkilega ætlun okkar í þessari hagræðingar vinnu allri að barnafjölskyldur taki á sig mestar byrðarnar af endurskipulagi fjárhags sveitarfélagsins. Þetta leggst verst á tekjulægstu fjölskyldurnar, einstæða foreldra, því rannsóknir sýna að þetta fólk er með mun lengri vinnutíma en tekjuhærri fjölskyldur. Þar á auki eru líklega í farvatninu frekari breytingar á frístundaþjónustu og væri þá ekki ráð að taka þær allar í einu og fresta þessu þar til við sjáum frekari breytingar og sjáum breytingarnar í heild sinni. Það er mín tillaga að málinu verði frestað þar til allar hagræðingartillögur vegna frístundaþjónustu eru komnar fram svo að við höfum heildar yfirsýn yfir málaflokkinn og yfir sparnaðinn sem bæst. Þakka fyrir, Álfheiður. Eru fleiri sem að vilja tjá sig? Ef svo er ekki, að þá þurfum við að fyrst að taka afstöðu til frestunar málsins sem er tillaga Álfheiðar Heimarsdóttur á lista. Ég ætla að leggja til hér östuð fundarhlé. Myndir framhaldið eftir örstutt hlé. Þurftum að bera hér saman bækur okkar og það hefur verið lögð fram tillaga frestun á málunum. Það er Álfheiður Heimarsdóttir á lista sem leggur það til og ég ber það undir atkvæði. Erum við tilbúinir að fresta þessu máli. Þeir sem eru því samþykkir vinsælast gefi merki. Þeir sem eru á móti. Það er samþykkt með einu atkvæði Álfheiðar á álista með 6 og fellt með 6 atkvæðum bæjarfulltrúar D-lista og bæjarfulltrúar S-lista sitja hjá og bæjarfulltrúar B-lista sitja hjá. Þannig var það. Það var fellt, maður er svo vanur við þessi samþykkt. En þá við búin að ræða hér reglurnar varðandi þjónustu frístundaheimila og þá leggur forseti til fram eftirfarandi breytingartillögu og reglum þjónustu frístundaheimili 2023 og hér er lagt til að loka sér samfleytt í 4 vikur í stað 2 vikna í lok júlí og byrjun ágúst. Og ég fór yfir þetta í upphafi máls míns hér þegar við fórum yfir þennan lið. Ef einhverju vilja ræða það sérstaklega til viðbótar þá gef ég tækifæri á því. Ef svo er ekki að þá göngum við til atkvæða reglurnar í heild sinni með þessum breytingartillögum sem hér voru lagðar fram að lagt verði til að loka sér samfleytt í 4 vikur í stað 2 vikna í lok júlí og byrjun ágúst. Þeir sem eru því samþykkir vinsælast gefi merki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum D-lista, 2 atkvæðum S-lista og 2 atkvæðum B-lista. Þeir sem eru á móti, Álfheiður Heimarsdóttir á lista, þeir á móti.
samþykkt með 10 atkvæðum gegn 1. Þá er það 10. liðurinn á dagskrá og það er hér tillaga að fjárhagslegum markmiðum sveitarfélagsins Árborgar. Sveitarfélagið Árborg vinnur nú með ráðgjafafyrirtækinu KPMG að 10 ára fjármála áætlun fyrir sveitarfélagið. Áætlunin er ætlað að marka framtíðarsýn bæjarstjórnar lykil þætti í rekstri sveitarfélagsins næstu árin og tekur mið af samkomulagi við innviðaráðuneytið fjárhagslegar aðgerðir og eftirlit. Fjárhagsstaða sveitarfélagsins í dag kallar á skýra framtíðarsýn varðandi reksturinn, áætlaðan vöxt og framkvæmda getu til að áætlun hvers árs sé raunhæf og trúverðug. Eftirfarandi fjárhagsleg markmið eru því lögð fram til afgreiðslu. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi fjárhagsleg markmið. Skuldaviðmið sveitarfélagsins verði komið undir 150% árið 2028 og til lengri tíma verði skuldaviðmið ekki hærra en 120% eða sem svarar til 80% á lögbundnu hámarksviðmiði. Veltufé frá rekstri verði orðið 7,5% af tekjum hið minnsta fyrir árið 2026, 8,5% árið 2028 og að minnstakosti 10% af tekjum frá og með árinu 2029. Framlegð í rekstri sveitarfélagsins nái 10% af skuldahlutfalli árið 2027. Til lengri tíma er horft til þess að framlegðarhlutfall verði 15–20% af tekjum til að skapa aukið svigrúm til fjárfestingu og niðurgreiðslu skulda. Árið 2023 verði framlegðarhlutfallið 8%, árið 2024 verði framlegðarhlutfallið 12,5%, árið 2025 verði framlegðarhlutfallið 15%, 3 ára rekstrarjöfnuður A- og B-hluta verði jákvæður fyrir árið 2028. Fjárfestingar verði á bilinu 2 milljarðar til 2,5 á árinu 2023 til 2025, en eftir það á bilinu 1,2 til 1,5 milljarðar á ári til ársins 2029. Seldar verði eignir og byggingaréttir á lóðum fyrir allt að 2 milljörðum til ársins 2026. Árið 2023 verði seldar eignir fyrir 800 milljónir. Árið 2024 til 2028 verði seldar eignir fyrir að minnstakosti 300 milljónir króna á ári að meðaltali. Stefnt verði að því að hlutfall launakostnaðar af heildartekjum verði 55% árið 2026. Í dag er það hlutfall og yfir 60%. Árið 2020... ég er búinn að því. Árið 2024 verði hlutfall launakostnaðar orðið 58% af tekjum og árið 2025 verði hlutfall launakostnaðar orðið 56% af tekjum. Þannig hljóðaði það og ég opna fyrir mælendaskrá og hér er fyrstur búinn að biðja orðið Bragi Bjarnason délista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þetta eru mjög verðug markmið. En eins og hefur verið í umræðu og komið fram í fjölmiðlum, bæði á undan og síðastliðna daga, er fjárhagsstaða sveitarfélags Árborgar ekki góð og hefur versnað hratt á undanförnum árum. En allir eru að ég tel sammála í þeirri vinnu sem við höfum verið að við verðum að bregðast við og hefur bæjarstjórn unnið síðastliðna mánuði með starfsmönnum, ráðgjafafyrirtækinu KPMG og fleirum til að mynda raunhæfa áætlun við endurskipulagningu fjármála sveitarfélagsins og eru þessi markmið nú lögð fram til samþykktar. Verkefnið er mjög krefjandi og fara verður í erfiðar aðgerðir til að ná fjárhagsstöðun á réttan kjöl. Nú er starfandi sérstakt hagteymi ásamt fleiri vinnuhópum til að velta upp öllum mögulegum aðgerðum til hagræðingar og aukinna tekna. Það er hrátt til einmitt aukinna tekjumöguleika, fjárfestinga, fjármögnunar, sölu eigna og almenns rekstur. Við erum að velta við öllum steinum. En leiðirnar af þessum markmiðum geta verið mismunandi og við íbúar verðum kannski ekki öll sammála leiðirnar og þær munu snert okkur íbúana með misjöfnum hætti. En við þurfum að bregðast við og þetta verður erfitt og þetta getur verið sársauka fullt.
En í sameiningu þá getum við náð þessu markmið. En það er eins og með öll markmið, það þarf að endurskoða þau reglulega og meta hvernig gengur út frá mismunandi þáttum. Ytri aðstæður hafa mikil áhrif núna, hlutinni geta gengið hraðar, þeir geta gengið hægar og þess vegna þurfum við að endurmeta þetta reglulega og það verður gert í framhaldinu. En að öðru leyti legg ég til að við samþykkjum þessi markmið og göngum saman til þessara vegferðar sem er að ná fjárhagsstöðu Sveitarfélags Árborgar á réttan kjöl sem allra fyrstu. Takk. Þakka fyrir Bragi. Álfheiður Heimarsdóttir álista. Höfum orðið. Forseti, ég vildi byrja á því að þakka starfsfólki sveitarfélagsins og hagteiminu sérstaklega fyrir einstaklega góða og mikla vinnu. Við hjá Áfram Árborg settum ábyrga fjármálastjórnun á oddinn fyrir kosningar og leggjum mikla áherslu á ábyrga meðferð skattfés og vönduð vinnubrögð. Nú stöndum við frammi fyrir þessum risavaxna vanda sem Bragi var að lýsa og við vitum öll af og við þurfum bara að leysa. Það er engin töfralausn, en við erum búin að leita til KPMG og erum með þetta hagteymi, en okkur hefur fundist full mikil værukær hjá meirihlutanum við að fást við þessi viðfangsefni. Okkur hefði fundist sjálfsagt að þessi vinna hefði hafið strax við gerð fjárhagsáætlunar í haust. Núna höfum við rétt rúman mánuð til að koma saman raunhæfri langtíma áætlun hvernig við ætlum að standast viðmið eftirlitsnefndar sveitarfélaga. Það má fegra hlutina og segja eftir í samstarfi við eftirlitsnefnd sveitarfélaga, en raunin er svo að við erum á bjargbrúninni við að missa frá okkur stjórn á fjármálum sveitarfélagsins. En við viljum vera hluti af lausninni en ekki vandanum. Við viljum gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja sjálfbæran rekstur og erum alltaf til í samstarf og samstarf. En okkur finnast nokkur af þessum markmiðum ansi brött og raunhæf. Við verðum auðvitað að ná stjórn á vexti sveitarfélagsins. Ég talaði nú það áðan hérna undir liðnum húsnæðisáætlun. Og við ættum jafnvel að hugsa að leggja á innviðagjald. Það eru allir að kljást við aukinn fjármagnskostnað. Það er ekki bara við, það er ríkið, það eru öll sveitarfélög og það eru öll heimili sem eru að kljást við hann. Verðbólgan er komin 10,2% og vextirnir eins og ég er búin að spá fyrir hækkuðu 1% í morgun. Þannig að okkur er sjálfsagt að endurfjármögnun verði skoðuð til að lækka skuldir. Og við höfum nefnt Norræna fjárfestingabankann í því samhengi. Þá velti ég því líka fyrir mér hvort sveitarfélagið ætti ekki að setja sér markmið viðræður við ríkið til að rétta af halla sem er tilkomið vegna verkefna sem áður voru á hendi ríkisins, svo sem umönnunar eldra fólks, fatlaðra og við rekstur grunnskóla. Okkur í Áfram Árborg finnst einnig óraunhæft að ætla að draga úr launakostnaði 1% á ári til ársins 2026 þegar ný afstæðanir eru skammtímasamningar og kjarasamningar til lengri tíma fyrir dyrum. Ekki nema stórfækka eigi starfsmenn bæjarins og það rímar þá illa við þau markmið okkar að hagræðingin komi ekki niður á þjónustu við íbúa eða valdi starfsfólki óbærilegu álagi. Það eru margar sársaukafullar ákvarðanir í farvatninu, en við í Áfram Árborg höfum pólitískt hugrekki til að takast á við þær í samstarfi við alla kjörna fulltrúa. Við viljum ekki tefja framgang málsins, heldur flýta vinnunni enn frekar, lagfæra það sem stemmir ekki til dæmis á milli textablaðsins og töfluna sem fylgir með, og útbúa raunhæfa áætlun lækkun skulda, meiri framlegð, að 3 ára reglunni sé fylgt, stífa forgangsröðun í fjárfestingum til að lækka lánsfjárþol og fleira. Þetta er einungis fyrsta skrefið í þessari mikilvægu vinnu og þetta er gott plagg og þarft en bara fyrsta skrefið. Takk fyrir.
Þakka þér fyrir, Álfheiður. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, D-lista, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, bæjarritari. Já, værukærð, ekki værukærð, ég langar bara í rauninni að byrja á því að þakka starfsfólki og þakka bæjarfulltrúum öllum fyrir náttúrulega samstarfið sem við erum búin að vera að eiga, því að við erum búin að vera að vinna að fullt af góðum hlutum og þetta er æri verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Það er ekkert, það er ágætt að komi fram að það er í gildi tímabundi bráðabirgða ákvæði, þú veist, í sveitarstjórnarlögum að heimilt sé að víkja frá þessum skilyrðum sem frá lögunum þessi viðmið, 150% skuldaviðmið og auðvitað líka framlegð sé að lágmarki 1/10 af skuldahlutfalli og að veltu frá rekstri sé að minnstu kosti 1/20 skuldahlutfall á hverjum tíma. Þú veist, við erum auðvitað núna, þá er búið að aftengja og það eru sveitarfélög, ég held að það verum, 21 sveitarfélag sem fekk bréf frá eftirlitsnefndinni með athugasemdum og auðvitað eru við meðal þeirra sveitarfélaga sem erum stöndum hvað verst, það má alveg segja það. Við höfum verið náttúrulega í mjög mikilli vinnu en það er ekkert að vinna með okkur að á meðan við erum í þessari vinnu þá eru vextir að hækka, verðbólgan að aukast og þar lendi skuldahlutfall sveitarfélagsins að hækka bara á meðan að við erum í rauninni að reyna að vinna mjög hörðum höndum að því að finna hvernig við getum hagrætt. Þessi yfirmarkmið sem við erum að setja okkur hér í dag er fyrsta skref, sannarlega, og við verðum að byrja þarna og þau verða auðvitað að vera þannig að þau miði að bara lögunum, samkvæmt lögum verðum að ná þessum viðmiðum, en það er alveg ljóst að með þessum áætlunum sem við erum að setja fram, erum við ekki að fara að ná því að komast undir 150% fyrir áramót 2025-2026. Það er alveg ljóst. Staðan er grafalvarleg og síbreytileg, segi ég, af því að við í rauninni lentum í því náttúrulega í upphafi árs að það eru ákveðna breytingar á bara fjármögnum frá lánasjóði sveitarfélaga, hvernig þeir hafa útdeilt og svo sem ekkert út á það að setja nema það að þeir horfa orðið á okkur náttúrulega orðin þetta skuldsett og erum að fjármagna okkur á markaði, höfum ekki lengur tækifæri til þess að fjármagna okkur í gegnum lánasjóðin. Varðandi endur fjármagnin gegnum lánasjóðin þá er það þannig að það er ekkert að greiða þau lánu upp, þau eru bara, það er ekki hægt að greiða þau upp, þau eru bara til þess tíma sem þau hafa voru tekin til, þannig að þetta er svolítið snúið, aðeins snúnara heldur en bara það, en auðvitað munum við skoða það. Akkurat núna erum við á fullu við það að vinna að því að koma þessum markmiðum, samþykkja þau, eiga samtal við eftirlitsnefndina aftur, það geta alveg farið svo já. Í dag kom 1% til viðbótar, ég veit ekki alveg hvernig þetta með þróast og enginn af okkur raunverulega veit það, en ég vona að við séum að fara að gera nóg, við erum að fara að stað með aðgerðapakka og eins og Bragi sagði áðan, að þá er það auðvitað þannig að þetta mun koma við okkur öll. Þetta verður alls ekki sársaukalaust og það verður engin undan skilin og þetta er bara mjög þungt, en sem komið erum við að fá alla okkar aðgerðapakka frá forstöðumönnum, frá starfsfólki sem að leggja til ákveðnar hagræðingar og það er vel og fyrir það vil ég þakka líka sérstaklega vegna þess að þau eru sérfræðingarnir inn á sínum sviðum og þau geta komið fram með og að koma fram með ótrúlega flottar hagræðingar, tillögur og lausnir. Ég er alveg viss um það að það mun ekkert falla öllum vel í skaut, skiljið. Við verðum gagnrýnd og það verður bara að vera þannig. En til þess að fólk átti sig á stöðunni hversu grafalvarleg hún þá erum við ekki búin að fjármagna okkur eins og staðan er núna. Við þurfum að leita á markaði og markaðir eru þungir þegar staðan er svona. Það bara gefur auga leið. Að því sögðu, þá ætla ég samt að vera jákvæð og bjartsýn, það er bara ég að eðlisfari. Ég er rosalega ánægð með þessa vinnu sem hagræðingateymið okkar hefur verið að vinna og ég er rosalega ánægð með forstöðumennina og hvað fólk er að stíga upp og það er að velta við öllum steinum og koma fram með hugmyndir að alls konar lausnum sem að við hefðum aldrei bæjarfulltrúar fattað upp á, eins og krakkarnir segja. Vegna þess að þetta er eitthvað sem að er bara, þau eru með puttan á púlsinum og sjá hvernig þau geta leita leiða.
og við munum náttúrulega í framhaldi núna af þessu að samþykja þessi markmið kalla eftir því að fá fund með eftirlitsnefndinni því að við viljum halda þeim upplýstum þannig að við séum með þau okkur við hlið og eins og ég sagði hérna á síðasta fundi þá erum við sannlega samt komin á gjörgæslu, við erum bara ekki komin í súrefnis öndunarvél, það er bara þannig og við verðum að taka þetta alvarlega og við verðum að gera allt sem við getum og vinna hörðum höndum að því að reyna að ná saman og ná utan reksturinn eins vel og við getum leið og við erum með verðtryggð lán og horfum bara á vextina og verðbólguna hækka. Þannig að ég legg til að við samþykjum þessi markmið því að ég held að þau séu mjög, þau eru háleit, við verðum að hafa þau háleit vegna þess að við verðum líka að vera trúverðug og sýna fram á og við viljum gera þetta, en við þurfum mögulega að skoða, endurskoða og breyta og leggja til og vonandi komust við fyrr út úr þessum skafli heldur en að við erum að horfa á akkurat núna. Akkurat núna er staðan svona og við verðum að byggja á áætluninni síðan í fyrra og leggja harðar að okkur núna, að minnsta kosti næstu ár. Takk. Þakka þér fyrir, Fjóla. Þá er Álfheiður Einarsdóttir álist að biðja orðið. Forseti, ég vil þakka Fjólu fyrir svarið og mér er fullkomlega ljóst þetta bráðabirgða ákvæði í sambandi við skuldahlutfall sveitarfélaga en það verður ekkert endalaust, við vitum það. Og ég er ennþá á því að við eigum ekki alltaf að vera að bregðast við, heldur eigum við að taka frumkvæði. Ég hefði viljað sjá þessa vinnu hefjast við fjárhagsáætlunarvinnuna í haust því að við vissum að þessum vanda þá, en ekki bíða eftir bréfi í janúar frá innviðaráðuneytinu og byrja þá. Ég þráspurði í eigna- og vitunefnd það hvað mikið af fé við höfðum til ráðstöfunar til fjárfestinga. Ég fekk aldrei nein svör. Einu svörin sem ég fekk var sem minnst. Sem minnst. Og þetta finnst mér bara ekki nógu gott og þarna hefði við bara strax átt að byrja. Þannig að ég bara vil að við hættum þessu, að við alltaf að bregðast við og slökkva elda og bara horfum til framtíðar. Ég er líka bjartsýnismanneskja að eðlisfari, algjörlega, en ég hika ekki við að gagnrýna það sem mér finnst betur megi fara og gera það hér með. En ég er bjartsýn á því að við bara höldum áfram, flýtum vinnunni, gefum aðeins í, því að við erum að skila skýrslunni eða áætluninni 30. apríl og það er páskafríðin á milli. Þannig að bara brettum upp ermar. Takk. Þakka þér fyrir, Álfheiður. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista, biðjum orðið. Forseti, já, við erum að fjalla markmið eða tillögu að fjárhagslegum markmiðum sveitarfélaga Árborg sem búið að vera að vinna núna. Sjálfsögðu það er í rauninni liðið heilt ár sem við byrjum að vinna að þessu. Af því við fyrsti fundurinn okkar með KPMG var einmitt í mars 2022 og þá komuður og kynntu þennan pakka, ef við getum kallað það sem svo, það þarf að segja það sem að þeir töldu sig geta svona lagt að mörkum til þess að aðstoða okkur með fjárhagsleg markmið til 10 ára og það var ákveðið að ganga til samninga við þá, við samþykktum það á bæjarstjórnarfundi í apríl, þannig að þá hófst þessi vinna, þá hófst svona skoðun á gögnum og svona hvernig við sáum þetta fyrir okkur
og ásamt starfsfólki sveitarfélagsins. Þannig að þetta nú verið svona nánast í heilt ára fæðast, en við höfum átt mjög gott samstarf undanfarna vikur þar sem við höfum setið fundi og svona flestir hafa tekið þátt í því að bæjarfulltrúum og starfsfólki. Við höfum fengið til okkar hagteymið sem hefur lagt fram fullt af hugmyndum og lagt nótt við 19 dag í að eiga fundi með starfsfólki og við erum búin að fá ýmsar hugmyndir upp á borðið og sem verið að skoða hvað hægt að nýta af þeim og hvað meiri vinnu þarf að leggja í það til þess að það verði klárt. Og síðan þetta afraksturinn af þessum fundum okkar þessi tillaga sem liggur hér fyrir fundinum að fjárhagslegum markmiðum. Og ég verð að segja það, mér finnst, ég bara mjög sátt við þessi markmið sem að liggja þarna fyrir. Það er auðvitað erfitt að vera að setja sér svona markmið í því efnahagsumhverfi sem við erum í, eins og Fjóla kom inn á áðan. Ég meina, þetta er náttúrulega eins og villta vestrið, hvernig vaxtaumhverfið er á Íslandi í dag og sveitafélögin náttúrulega sita algjörlega í súpunni af því að okkur er ekkert boðið upp á neitt annað en verðtryggð lán og þetta er ekki boðlegt og ég fyrirgefi, ég verð nú að vera eins og hefur einhver heyrt einhverjar áætlanir frá ríkisstjórn Íslands hvernig þeir ætla að taka á þessu vanda. Þeir eru bara búin að skella skuldin á seðlabankastjóra, hann er vondi kallinn og svo sitja þeir bara með hendur í skauti. Ég er ekki búin að heyra einustu tillögu frá hann hvernig á að laga ástand. Og þetta er bara ekki gott. Það verða að vera einhverjar áætlanir. Við erum allavega með áætlanir og við verðum ekki sökuð það að vera ekki með áætlanir af því að við höfum lagt fram áætlanir fyrir innanríkisráðuneytið sem að þeir eru bara ánægðir með og við höfum lagt fram þetta vinnuplag sem verið að vinna eftir og það er bara eins og ég segi, við erum þó með áætlun hvernig við ætlum að vinna þetta og það er þeir hafa lagt blessun sína yfir það. En varðandi rekstur sveitafélaga almennt og rekstur sveitafélagsins Árborgar, þá eru þetta eins og kom fram í máli Fjólu áðan, það eru yfir 20 sveitafélag á Íslandi sem eru í verulegum vanda og það er bara 1/3 af sveitafélagum. Það er eitthvað að og sveitafélög á Íslandi eru bara ekki sjálfbær miðað við þær kröfur og þá þjónustu sem að þeim eru uppálagt að veita og síðan er svona þau skilaboð sem að sveitafélögin fá frá ríkisvaldinu. Það fer náttúrulega, það fer alls ekki saman hljóð og mynd þó að það sé algjörlega ofnotað orðatiltæki. En eins og í COVID þá fengur sveitafélögin skilaboð það að þetta alls ekki að draga úr framkvæmd. Það væri algjörlega lífsnauðsynlegt svo að við héldum landinu á floti að sveitafélög færu ekki að skera niður framkvæmdir hjá sér. Sveitafélög standa fyrir 35% af opinberum framkvæmdum í samfélaginu og það hefði orðið ansi slæmt ef að sveitafélög hefðu hætt við sína framkvæmdir og það kom bara beiðni þetta frá ríkisstjórninum að það mætti ekki af því að það yrði ekki til þess að hjálpa upp á krísuna sem var til staðar í samfélaginu. Síðan höfum við verið skömmuð á ríkisvaldinu fyrir að standa okkur ekki uppbyggingu íbúðarhúsnæðis af því hér er algjör krísa þegar kemur af uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og sveitafélag Árborg er eitt af þeim sveitafélag sem hefur verið að standa sig þegar kemur af því að bjóða lóðir og hér hefur uppbygging verið bara með ágætum, það er að segja að hér hafa verið byggðaríbúðir og hér hafa verið skipulagðar lóðir og lönd og það hefur verið ég held að við getum sagt að við höfum staðið okkur vel í því en á sama tíma þá er bara eins og byggingamarkaðurinn til dæmis, hann er bara ekki gerður fyrir það að vera bæði í uppbyggingu og húsnæði og svo innviðum. Ég meina eins og við til dæmis, við fáum ekki einu sinni tilboð í uppbyggingun og innviðum og við fáum örfá tilboð, kannski 1 tilboð
sem núna eru öll tilbúið yfir því sem gert ráð fyrir. Þannig að það ekkert auðvelt fyrir sveitafélögin að koma standandi út úr þessu öllu. En ég held nú að sko, ef að fólk hefur kynnt sér tillögur að nýjum reglum jöfnunarsjóðs, þá sýnist mér til dæmis að sveitafélag Árborg muni, ef þær reglur verða að veruleika, sem við vonum öll, að þá eru við að fá stærstu viðurkenninguna á hvað okkar sveitafélag flókið í rekstri. Við erum að fá hæstu framlögin út úr þessu og það vegna þess að þar verið að viðurkenna til dæmis hversu flókið það að vera fjölkjarnasveitafélag. Við erum með 3 þéttbýliskjarna auk dreifbýlis. Þar verið að viðurkenna að það sé kostnaðarsamara að vera með vera með hátt hlutfall af börnum. Við erum til dæmis með 17% af íbúum sem eru grunnskólabörn, sem 3% hærra en meðal sveitafélag á Íslandi. Það viðurkenning á því inn í þessum reglum og það viðurkenning á því á fjölda leikskólabarna. Það viðurkenning á því hversu kostnaðarsamt það og mikil áskorun að fjölga hratt. Að íbúafjölgun verði hraðari heldur en ákveðin prósenta á skömmum tíma. Þannig að við erum í rauninni, sveitafélag Árborg að fá viðurkenningu í þessum nýju reglum, fyrir nú utan að það verður vonandi aflagt að sveitafélag sem ekki að innheimta fullt útsvar fái framlag. Það náttúrulega ákveð ekki heima. Þannig að sko bara til að árétta það að sveitafélag á Íslandi eiga bara mjög erfitt uppdráttar. Við erum að koma út úr heimsfaraldri sem var okkur öllum mjög erfiður, kostnaðarsamur og síðan bara sveitafélagið Árborg bara mjög flókið sveitafélag. Varðandi samsetningu, íbúasamsetningu, varðandi fjölkjarna, eins og ég sagði fjölkjarna sveitafélag og fleira. Þannig að það allavega svo að það virðist vera loksins koma viðurkenning á því. En ég bara ítreka það og endurteka að ég ánægð með þessar tillögur að markmiðum, en það verður auðvitað mjög erfitt að ná þeim og sérstaklega þetta með framkvæmda áætlunina sem fer alveg niður í 1,2 milljarða, það náttúrulega bara skuggaleg tala sko. En vonandi þarna bjart framundan með vaxtaumhverfi og annað sem auðvitað léttir okkur mjög róðurinn leið og það fer að verða viðsnúningur þar. Takk. Takk fyrir Arna Ýr, þá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir Gélistad, hún biður orðið, næst í röðinni. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari, bæjartilheyrendur. Mér langar aðeins að bregðast við því sem að bæjarfulltrúar Álfheiður kom inn á varðandi þetta að við séum alltaf að bregðast við, og nú ætlum ég að bregðast við. En það auðvitað þannig að þegar við vorum að vinna áætlunina okkar, að þá kom það fram í henni að við vorum ekki að fara að ná þessum markmiðum okkar. Við vorum ekki að fara að ná að komast undir 150% fyrir þessi áramót 2025-2026 og þá óskuðu við eftir því að fá fund með eftirlitsnefndinni. Við fengum ekki bréf frá þeim, heldur óskuðu við eftir þessu fundi. Á þeim tímapunkti í byrjun árs vorum við fjármögnuð. Að því leyti til að lánasjóðurinn, eins og ég sagði áðan, hann að lána okkur fyrir afborgunum. Hann ekki að lána okkur neitt til viðbótar. Og það lá fyrir þessi þyngstu mánuði sem við erum alltaf fasteignagjalda, tekjulaus hvað fasteignagjöld varðar, janúar og febrúar sem okkar þyngstu mánuðir. Það lá fyrir og það hefur verið þannig síðastliðin ár að þeir hafa lánað þessar greiðslur í 2 greiðslum. Það gekk ekki eftir í ár og það í fyrsta skipti sem það gerist og það gerðist mjög óvænt. Og við óskuðum líka eftir fundi með þeim til þess að fara yfir það hverjar væru ástæðurnar, því að þetta var auðvitað gríðarlega þungt fyrir okkur að fá þetta svona með nokkra daga fyrirvara og óskuðum eftir að þeir myndi endurskoða þá ákvörðun sem þeir gerðu og þannig að
Þetta er búið að vera hérna þannig að við höfum verið að telja okkur vera að svona stíga inn í og vera einu skref á undan, en þetta er svo búið að koma hérna fram og Bæjarfulltrúi Arna kom inn á, þú veist, þetta eru þetta rosalega þungt umhverfi og hérna ég ætla svo sem ekkert að fara yfir það, við þekkjum það öll og erum öll meðvituð það hvernig staðan er og hvernig hún er síbreytileg. En mér langaði samt bara að koma inn á það að við erum og munum til dæmis núna óska eftir samtali við þá eftir þennan bæjarstjórnarfund, því það er mjög mikilvægt að upplýsa það bara jafnóðum, vera í góðu samtali, að því enn sem komið er þetta stuðningur og við lítum fyrst og fremst á þetta sem stuðning, því þetta er það þannig leið að þeir eru komnir yfir, þá geta þeir farið að krefja okkur að setja auka álag og gera alls konar hluti. Eins og staðan er núna, þá eru þeir okkur við hlið. Og það teljum við bara mjög gott því að þeir eru reynslunni ríkari og hafa farið með mörg sveitafélög gegnum svona áskorun. Við fórum til dæmis í heimsókn, ég fór með sviðsstjóranum mínum í heimsókn á hérna mánudaginn í Reykjanesbæ, þar sem við fórum að bara svona aðeins að heyra í þeim og hérna fá upp hvað gekk vel og hvað gekk illa, þannig að það er alveg hægt að leita í hérna til ýmissa aðila, en við teljum okkur og ég er mjög ánægð með vinnu KPMG, svo ég segi það aftur og náttúrulega sérstaklega ánægð með starfsfólki okkar og hérna til að eftirlitsnefndin enn sem komið allt er auðvitað breytingum háð, sé bara til þess að styrkja okkur og styrkja okkar stöðu og í rauninni vera til staðar ef hlutinni breytast til enn verri vegar. Takk. Takk fyrir Fjóla, þá er Arnar Freyr Ólafsson, bílista orðið. Já, virðulegur forseti, ég tek til máls undir liðnum tillaga fjárhagslegu markmiðum sveitarfélagsins Árborgar. Þetta eru auðvitað markmið sem við verðum að leggja fram og það verður að ríkja einhugur það svo að í rauninni vel sér tekið í af eftirlitsnefnd og innviðaráðuneytinu og auðvitað þeim ráðgjöfum sem við ráðum okkur. En það er svona svolítið einsýnt með það, hvaða tekjur, ég hef verið á öllum fundum og ég hef ekki séð hvernig tekjur eru að þróast. Markmiðin eru öll skýr og það er farið yfir þetta í áætlun, en ég í rauninni tel mig ekki eins og hafa yfir sig yfir það hvaða tekjur er verið að miða við að ná þessari framlegð á þennan stað, að veltumfé frá rekstri verði 7,5% á ykkur ári í framtíðinni og svo framvegis. Þannig að við erum að sjá svolítið svona, mér finnst ég ekki hafa heildar yfir sín. Við fáum stuðningsgögn hérna sem við eigum að geta glöggvað okkur á. Það er bara ekki nóg. Það sem hefur verið lagt þetta fram meðfram þessu, ef við eigum að samþykkja þetta, þá verður maður að hafa heildar yfir sín yfir það hverja tekjur eru og gjöldin sömuleiðis. Þannig að ég get þá bara óska eftir leiðréttingu ef að ég hef mist af einhverju í þessu máli. Þegar við erum að vinna með ráðgjöfunum og þá eru þetta ráðgjafar sem er að vinna af miklum heilindum fyrir okkur auðvitað og fá fyrir það greitt. En við verðum samt sem áður að hafa kjark til þess að beita brjóstveitinu sjálf líka. Og ég kallaði eftir því, ég fór yfir það bara sjálfur á 8. fundi að bæjarstjórnar, að ég vildi sjá að við værum að taka stærri skref í að fjármagna okkur og ég varaði við því, sérstaklega, að við gætum vel verið að fara að sjá hækkandi verðbólgu og hækkandi vexti. Og það varð. Við erum komin á þann stað að við erum illa lausa fjármögnun núna og það hefði verið gott, og þetta er þetta baksýnis spegils umræður, en þetta er þá kannski til þess að við lærum af því að því að Álfheiður kallaði hér eftir því að horfa hans fram á veginn og reyna að vera proaktív í staðan fyrir reaktív, og þar hefði verið gott hefði við tekið stærra skref í fjármögnun þó svo að vextirnir sem við vorum að fá í útboðinu hefði verið örlítið hærri heldur en við tókum á endanum. En þá hefði við fengið meira fjármagn og þá hefði verið betur lausa fjármagnuð til akkurat þessa mánaða. Hvort að 500 milljónir til eða frá hefði breytt miklu, ég held að það hefði bara gert það. Já, það er í sjálfu sér hefði auðvitað okkar starfsmönnum að vinnuna.
en ég segi það líka að þegar við erum að ráða þessar sérfræðinga að þá vil ég bara brýna á þá bæjarstjóra og meira hlutan í því þegar þeir eru að taka ákvörðun að halla ykkur aðeins aftur og sjá hvort að sko punkturinn núna sé endilega versti punktur sem við erum að sjá eða hvort þetta sé bara nokkuð góður punktur til að taka stóra ákvörðun þegar fram í sækir, af því við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Við verðum að taka ákvarðanir sem að horfa til lengri tíma heldur en bara 2-3 mánaða og ef við erum í aðstöðu til þess að gera það, þá vil ég hvetja til þess að það sé gert. En fjárhagslegu markmiðin, auðvitað styð ég þau og þó svo að innsýnin inn í hvað þetta þýðir nákvæmlega allt saman sé takmarkuð, að þá verðum við að vera einhuga í sjálfu sér vegna þess að það er gerð svo krafa til bæjarstjórnarinnar að hún sé einhuga í þessari vinnu og við verðum að ná saman þegar kemur að þessu. Pólitíkin víkur svolítið til hliðar, tölurnar tala sínu máli. Þannig að þetta verður athyglisverð misseri þar sem að fram kemur. Takk. Takk fyrir Arnar Freyr, þá er Álfheiður Eymarsdóttir álista beðið orðið. Var andsvari annað sinn? Nei. Hver svona? Forseti, ég kem í annað skipti undir liðnum fjárhagsleg markmið sveitarfélagsins. Ég er hér bara að fá nýjar upplýsingar. Það er ekki allir í þessari bæjarstjórn sem voru í bæjarstjórninni í mars á síðasta ári. Þannig að ég til dæmis vissi ekki að þessi vinna hefði hafist með KPMG í mars í fyrra. Já, einmitt, er það ekki bara ár síðan? Já, ég bara vissi það ekki, það eru nýjar upplýsingar fyrir mig og bara takk fyrir það. Ég líka fá nýjar upplýsingar frá bæjarstjórnum okkar að við höfum tekið frumkvæði og leitað til innviðaráðuneytisins í ljósi stöðunnar. Það var enginn að búast við því að við myndum ná 150% skuldarviðni áramótin 22-23. Enginn. Það hefði bara verið vitleysa sko. En þannig að ég þakka bara fyrir þessar nýju upplýsingar og svo vildi ég bara ítreka það að við viljum vera hluti af lausninni en ekki vandanum. Þetta er fyrsta skrefið í langri vegferð. Við samþykkjum þessi markmið þó þau séu ekki fullkomin. Við bara lagfærum það á þessari vegferð. Þannig að ég bara þakka fyrir þessar nýju upplýsingar og horfi bjartsýn fram á við og ég bara, ég veit þetta er krefjandi og þetta verður sársaukafullt en ég hlakka til að takast á því þetta. Þetta er áskorun og við bara verðum við henni. Vegna þess að íbúar sveitarfélagsins, þeir kusu okkur til þess. Takk. Takk fyrir Álfheiður, þá hefur Sigrún Vídalín Guðmundsson S-lista beðið orðið. Takk fyrir herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir tilheyrendur. Já, við erum að ræða að máli þetta nú 10. mál tillögu fjárhagslegu markmiði sveitarfélagsins Árborgar sem búið er að vera að vinna að núna í nokkra mánuði eða í raun og veru síðan í mars í fyrra en kannski mestu þungin verið núna síðustu mánuði eðlilega og það má kannski segja ýmislegt þetta og margt búið kom fram en við verðum náttúrulega að vera meðvituð það að þetta er bara áætlun og eins leiðilegt og það er að þurfa að segja það upp á þá verður samt að gera það að þetta getur verið orðið gagnslaust plagg eftir mánuð. Það er bara rekstrarumhverfið sem okkur er boðið upp á Íslandi. Alveg sama hvort það heitir einstaklingur, fyrirtæki eða sveitarfélag.
og í dag til dæmis 10% verðbólga rúmlega. 10,2 og það þýðir svona lauslega að sveitarfélagið Árborg með, ef við segjum að skuldirnar séu, ef verðtryggðar skuldir séu 15 milljarðar, þá erum við að auka skuldir okkar 120 til 150 milljónir á mánuði. Og það er ekki skuldir sem síðan bara hverfa þegar verðbólgan lækkar. Það er bara skuldir sem að bætast í höfuðstólinn og þarf að borga. Og ég var eiginlega að taka undir það sem bæjarfulltrúi Arnar hafði orðað hérna áðan, að nú erum við búin að vera í þessu ástandi svolítinn tíma. Seðlabankinn hækkar vexti, verðbólgan fer ekkert niður og á sama tíma situr ríkisvaldið þegjandi og hljóðalaust og lætur eins og þeim komið ekki við. Og þetta er auðvitað algjörlega óþolandi ástand. Það er ekki komið eitt orð frá ríkisstjórn Íslands það hvernig þeir ætla að bregðast við þessum vandamáli. Og hvað ef að þessi 1% vaxtahækkun morgun gerir ekki neitt næsta mánuð? Hvað ætlum við þá að gera? Hvað þessi fjárhagslegu markmið varðar, þá er ég að sjálfsögðu sammála þeim og mun styðja við þau. Samþykkja þau, en með þessum varnaðarorðum að þau getur verið orðin einskis virði eftir mánuð. En auk þess að þá tel ég að það sé algjörlega óraunhæft og ég hefði nú reyndar að vilja láta stróka það út að eftir árið 2025 að þá verði fjárfestingar á bilinu 1,2 til 1,5 milljarðar á ári. Þetta er algjörlega óraunhæft. Þetta er ekki hægt. Það er ekki hægt að framfylgja húsnæðisáætluninni eins og hún var lögð fram hérna í fyrsta lið með fjárfestingur upp á 1,2 til 1,5 milljarðar á ári. Bara benda á það að minna á það enn og aftur að í fjárfestingaráætlun fyrir þetta ár eru 900 milljónir í Selfossveitur, bara Selfossveitur. Það er ekki hægt að stækka hér við sveitarfélagið eða fjölga íbúum nema að það sé settir fullt af peningum í hitaveituna og þá er allt hitt eftir. En að öðru leyti þá tek ég undir þetta og vona svo sannarlega og okkur gangi að láta þetta verða veruleika en ég hef því miður miklar efasemdir. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón og þá ætla ég að biðja varaforseta Brynhildi Jónsdóttur að taka við stjórn fundarins í eitt augnablik. Já, takk fyrir það. Við erum undir 10. lið, það er til að fjárhagslegu markmiðum sveitarfélagsins Árborgar og bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson hefur beðið orðið. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Það er sárt til þess að horfa að þurfa að fara hér í niðurskurð og mikinn samdrátt í rekstri sveitarfélagsins á í raun frekar skemmtilegum tímum í sögu þessa sveitarfélags. Það er að segja, það er gaman að vera í sveitarfélagi sem er að vaxa og dafna en það eru auðvitað fylgir fiskar með því og nú er bara staðan einfaldlega þannig að við viljum auðvitað halda okkur áfram í bílstjórasætinu og ekki missa þá stjórn yfir til annarra. Þannig að staðan er grafalvarleg. Ég hef verið mjög ánægður með samstarf bæjarfulltrúa allra á síðustu mánuðum og misserum og eins og kom fram hér hjá Örnu Ýr áðan að þá var þessi vegferð byrjuð í raun í mars í fyrra og hún hefur haldið núna áfram og ég vil bara fá að þakka teyminu hjá sveitarfélaginu sem hefur unnið þarna baki brotnu við að leggja fram tillögur og fá til liðs við sig sviðsstjóra og aðra sem stýra og stjórna og mér finnst það bara áhugavert og eftirtektarvert hvað þau hafa náð að glöggva sig vel á þessari mynd sem að í stöðun er. Það er auðvitað margt sem á ennþá eftir að koma fram og það er auðvitað ekki ennþá búið að kynna endanlegar tillögur fyrir. Það verður væntanlega fundað með bæjarfulltrúum í næstu viku ef líkur lætur og þá verður svona meira farið yfir þetta og við höfum þarna svolítið tíma fram í apríl til þess að
klára þetta. Nú, það er farið hér yfir þessi þessi fjárhagslegu markmið og það er alveg eins og Sigurjón nefndi hér rétt til áðan að þetta getur margt af því breyst á skömmum tíma og það er auðvitað ekki hægt að horfa fram hjá því að sveitarfélög í vexti allt land skuli þurfa að búa við það að verðtrygging lána sé með eins heimskulegum hætti eins og frekast getur orðið eins og er í þessu landi. Og við erum auðvitað ekki Íslendingar á neinum öðrum stað en aðrar þjóðir hér í Evrópu. Það er allt upp í 25% verðbólga við minnir Ungverjalandi og niður í 12% í Þýskalandi og það er víða gríðarlega mikil verðbólga og hver mælistikan og hver mælieiningin er á hvernig verðbólga fundur út. Ég geti svo sem ekki hef enga forsendur til að meta það. Ég tel bara eðlilegt að nefna það hér. að mér finnst það auðvitað algjörlega galið að ungt fólk í þessu landi sem að neyðist til þess að taka svokölluð verðtryggð lán til þess að byggja upp og fjárfesta til framtíðar, og ég tala nú ekki sveitarfélög sem eru ekki í neinum áhættu rekstri, heldur fyrst og fremst að byggja upp sín samfélög, skulu þurfa að búa við það að búvörur, grænmeti, innfluttar matar og drykkjavörur, nýjir bílar, áfengi og tóbak og alls konar önnur þjónusta sem að hækkar eða breytist í verði á almennum markaði skuli þurfa að borga lán sín eftir því. Mér finnst þetta svo dapurt og ég verð bara hreinlega að nota þetta tækifæri og nefna það hér vegna þess að verðtrygging lána er eitthvað það vittlausasta sem ég veit á byggðubóli. Það er ekki mörg lönd annars staðar í heiminum sem eru með þetta, en þarna skuli sveitarfélagið Árborg í þessu tilviki sem er í góðum trúnaði við að byggja hér upp sitt samfélag, þurfa að búa við þessa bölvuðu vitleysu. Mér finnst alveg sjálfsagt að nota allar þessar viðmiðanir til útreiknings á því hvernig verðbólgan stendur, en að lánin skuli þurfa að fylgja því, það er algjörlega galið. Það er ekki til nein meiri vitleysa. En nú er ég búinn að ryðja úr mér, ég var bara orðinn sjóðandi heitur yfir þessu og því miður þá var ég bara að klára þetta hér. Og það eru bara þó skýr skilaboð, ef einhver vil taka því sem skilaboð, að þá er það bara stjórnvöld þessa land sem verða að fara að hysja upp sér brækurnar og ganga til liðs við ungt fólk í þessu landi og sveitarfélög, að þau þurfi ekki að búa við það að hér hækki bara 1 eða 2 milljarða eins og í okkar tilviki verðtryggð lán og við þurfum síðan að bera þann kostnað og fólki hér í þessu samfélagi í framtíðinni. Mér finnst þetta bara algjörlega galið. En ég treysti, trúi og vona að íbúarnir komi með okkur í þetta verður erfitt, mjög erfitt, og ég veit að bæjarfulltrúar munu komast að einhverju niðurstöðu það að hafa góða samstöðu í þessu verkefni. Það er mín von og það er mín trú. Það svo mæltu líki máli mínu. Já, takk fyrir það. Það er að taka við stjórn aftur fundarins. Það kemur Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar. Aftur, tekum við fundinum. Gjör svo vel. Takk fyrir, Brynhildur. Voru fleiri sem að vildi tjá sig þessa tillögur hér á fjárhagslegum markmiðum? Já. Það er nú ekki að fara rangt með eitt eða neitt, og það er Díana Lind Sigurjónsdóttir, varabæjarfulltrúi í Bílstað. Já, virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil bara koma hérna upp og taka undir með bæjarfulltrúa Sigurjóni. Það sem ég er að velta fyrir mér, ég hef náttúrulega ekki sittið alla fundi og veit ekki alveg hvað stendur á bak við allar þessar tölur, en ég velti fyrir mér hverjar þessar fjárfestingar eru. Nú veit ég að það er verið að fara að byggja upp í grunnskóla, leikskóla og aðra þjónustu hérna í sveitarfélaginu. Og ég velti bara hreinlega fram hvort að þessar upphæðir séu að duga fyrir því. Og til þess að samþykkja svona markmið og áætlun, þá myndi ég vilja fá meiri upplýsingar. En mjög gott og gilt að setja fram svona markmið, og eins og ég vil bara taka undir með ykkur að þetta er náttúrulega bara erfitt fyrir okkur öll, að við þurfum að taka höndum saman, en þá vil ég vita hvað erum við að fara út í nákvæmlega. Takk fyrir.
Þakka þér fyrir, Díana Lind. Og þá hefur beðið orðið Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, D-listan. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir tilheyrendur. Auðvitað erum við búin að setja bæjarstjórnin á fundum þar sem að, við höfum verið að horfa á til framtíðar og það er einfallega þannig að eins og ég sagði áðan þar sem við erum ekki búin að fjármagna okkur að þá höfum við þurft að draga niður úr öllum fjárfestingum og í rauninni horfa á það að við erum að fara í útboð í kringum 17. apríl núna og þá í rauninni kemur ljós hvað við fáum ekki fjármagn og hvað við getum hort til framtíðar með það eins og bæjarfulltrúi Arnar kom inn á, sammálunum algjörlega þar, en við höfum bara þurft að draga niður úr öllum fjárfestingum þar sem að við erum að taka lán fyrir hverju einasta atriði, í rauninni horfum við orðið á allt í dag, er þetta eitthvað sem við getum tekið lán fyrir og það er auðvitað þannig að við erum að með þessum hagræðingatillögum að vinna því að reyna að nýta betur fylla aðeins betur úti og það verður líka sársaukafullt en það er algjörlega þannig líka eins og búið að koma þetta fram að svona plagg sem við erum að setja fram það getur verið úrelt eftir hálfa mánuð, það getur verið úrelt í næsta mánuði, við verðum að leggja fram trúverðugt, við verðum líka bara að draga úr öllu, það þýðir mögulega ákveði bara ég segi ekki, það þýðir bara mikil hæging þangað til á málum, þangað til að við sjáum hvernig við fjármagnum okkur, hvernig við sjáum fyrir að geta gert þetta akkurat núna þá getum við ekki, þá sjáum við ekki fyrir okkur að vera með fjármagnin hlutina. Við verðum svolítið að vinna þetta svona í takt við það sem að aukast tekjur, þá getum við gert meira. Við getum ekki verið að stóla að bara taka endalaust lán, við verðum að horfa á þetta, þannig við náum aðeins utan um þetta og fyrir svo að ná framleiðinni, hækka framleiðinni, þannig við getum farið að bara í rauninni framkvæma í takt við það sem við höfum efna. Þú veist. Og auðvitað er það þannig, það eru ytri aðstæður eins og bara í húsnæðisáætluninni, það er ytri aðstæður eins og bara orkuöflun og það eru hækkandi vaxtastig og frost á fasteignamarkaði og það er alls konar hluti sem er að breytast mjög hratt sem gera það verkum að fjárfestingaáætlunin okkar líka er að breytast. Þú veist, mögulega erum við að fara að geta hægt á framkvæmdum en eins og kom fram hér hjá Sigurjóni, þetta er bara plagg sem er að breytast mjög hratt. Við leggjum þetta upp, þetta er mjög bratt á mörgum sviðum. Við vitum það, við vonum að þetta gangi eftir, við ætlum að leggja okkur fram en við vitum það líka að þetta er bara áætlun og við munum þurfa að setjast yfir þessa áætlun og taka hana mögulega upp, skoða hana út frá nýjum mögulega hækkandi vöxtum eða lækkandi vöxtum, skiljið. Við verðum öll að vera meðvituð um það en akkurat núna erum við að taka eitthvað punkt, við verðum að byrja eitthvað starf, við verðum að leggja á stað, við getum setið yfir þessari áætlun endalaust og rökrætt hana, við erum öll sammála um það við þurfum að gera eitthvað, við verðum að leggja fram einhver markmið, þetta eru markmiðin sem við erum í raunin að vinna með þessum ráðgjöfum, það er sannarlega þannig að ráðgjafarnir eru ekki að segja okkur hvað við leggjum fram, við þurfum auðvitað að leggja fram þessar tölur, bera ábyrgð á þeim og standa frammi í brúnni gagnvart þeim ákvarðanir sem verða svo teknar í kjölfari því það eru verða sársaukafullar og þær eru okkar ákvarðanir, ekki KPMG ráðgjafa fyrirtæki sem er okkur til ráðgefandi. Þannig að ég, svo sem eins og ég segi, get ekki farið grúndít ofan í það en þetta er eins og ég segi plagg sem er á mikilli hreyfingu og við erum búin að vera að skrúa fjárfestingar mjög mikið niður bara til þess að reyna að sjá fyrir hvernig við getum náð framleiðinu upp og náð utan í reksturinn. Takk. Þakka þér fyrir, Fjóla, Arnar Freyr Ólafsson, D-listan. Virðulegur forseti, já við erum að ræða hér áætlunina sem að lögð er fram og ég vil kannski, af því að það hefur verið rætt að þetta getur verið fallið á morgun og forsendur breytast svo hratt og svo framvegis, en forsendur geta líka breyst til batnar. Og við getum vel verið að fara að sjá gjaldeyrisinflæði og að krónan styrkist og verðbólgan lækki. Þannig að ég hef nú talað fyrir því að mín sýn sé svo að ég telji að það sé vel svigrúm til bata, efnahagsbata, þar sem að við erum að sjá fyrir okkur breytingar með hækkandi sókn. En ég ætla líka að brýna kannski
alla að við erum að samþykkja þetta ekki að því að þetta er að breytast eftir viku eða hálfa mánuð. Við erum að samþykkja markmið sem er að fara að varða leiðina að bættum rekstri. Þetta er plagg sem er vissulega endurskoðað og tekið upp, en þetta er markmiðasetning og þetta eru vörður sem við erum að stefna á. Þannig að ég bara eins og hefur verið kannski talað óþarlega og ekki kannski endilega viljandi að þetta sé bara svona eins og flagg í vindi. Þetta er ekki flagg í vindi. Þetta er markmiðin okkar og við verðum að taka þau alvarlega og endurskoða þau þegar við þurfum þess en stefna á þau ótrauð. Takk. Þakkaði fyrir, Arnar Freyr. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þessa tillögu að fjárhagslegu markmiðum. Hér hafa verið fluttar 12 ræður þetta og við höfum skipst hér á skoðunum og farið yfir þetta og eins ljóst og eins svona áætlun getur orðið að þá er hún hér fest á blaði og við þurfum að greiðum hana hér atkvæðu og vinnum svo væntanlega eftir henni kjörnir fulltrúar. Þeir sem eru samþykkir þessum tillögum að fjárhagslegu markmiðum sveitarfélagsins Árborgar vinsælast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá komið að 11. lið á dagskrá fundarins. Það er fundatími bæjarstjórnar og bæjarráðs kjörtímabili 2022 til 2026. Nú er það þannig að það er framundan páskar og páskafrí og að því við erum með það fyrirkomulag að hafa fundi á fyrsta miðvikudegi og þriðja í mánuði þá riðlast þetta svolítið í apríl. Og við vorum með það líka sem svona í bakgrundinni að hafa fund næsta miðvikudag ef að 29. ef að þannig myndi ára að mál væru að hrannast upp eða annað slíkt. Og við eins og staðan núna þá lítur það ekki þannig út þannig að það er tillaga forseta að við verðum með fundi næst þann miðvikudaginn 12. apríl og miðvikudaginn 27. apríl. Þannig að það er mín tillöga. Er einhver sem vil tjá sig þessar tillögur? Ef svo er ekki að þá göngum við bara til atkvæða þeir sem eru samþykkir því að næstu 2 fundir verði 12. apríl og 27. apríl vinsælast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Já. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Bara að fórseti að svarandi ársreikningin ef að það er náttúrulega oft verið að færa fundi út á honum að þá náttúrulega bara yrðum við að vera undirbúin undir það. Ég meina þá getum við kannski þurft að hnika eitthvað eina viku eitthvað til að frá eftir hvernig hann væri tilbúin og hann er yfirleitt þarna í síðustu dagana í apríl. Takk. Já, takk fyrir þetta Arna. Það er vissulega rétt en við svona, þetta er staðan sem er akkurat núna. Hún er jafn mikillega óvissu háð eins og verðbólgan, þannig að við munum þá fylgjast með því og ég mun láta bæjarfulltrúa vita. En þetta var semst samþykktir þessar 2 dagsetningar. Þá förum við í fundargerðir og það er fyrst fund á 12. lið fræðslu- og frístundanefnd, ný nefnd, fyrsti fundur haldinn 22. febrúar síðastliðinn. Einhver sem við tjásum þessa fundargerð, það er Brynhildur Jónsdóttir D-lista. Snöggt til hér og biður orðið. Mér langaði nú bara kannski aðeins að forseti fyrir bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur. Það er kannski, þau kynntu niðurstöðu könnunar sem er trúlega liður númer eitthvað 4. Já, og hann kannski bara aðeins að vekja athygli á því. Margrét Björk Brynhildardóttir og Gunnar Eysteinn kynntu þessa niðurstöður samantekt. Já, takk fyrir þetta.
Brynhildur, fleiri sem vilja tjá sig um þessa fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 13. lið á dagskránum skipulagsnefnd. Fyrsti fundur haldinn 22. febrúar síðastliðinn. Einhver sem vil tjá sig um þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 14. lið á fundinum. Það er umhverfisnefnd, 8. fundur haldinn 23. febrúar. Einhver sem vil tjá sig um þann fund? Ef svo er ekki, þá förum við í 15. liðinn. Það er bæjarráð, 29. fundur haldinn 2. mars síðastliðinn. Einhver sem vil tjá sig um þann fund? Ef svo er ekki, þá förum við í 16. lið fundarins að eigna og veitunefnd, 14. fundur haldinn 28. febrúar síðastliðinn og þá hefur Sveinn Ægir Birgisson félista beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar að koma hérna undir lið 3, bygging nýs grunnskóla í Björkustykki, Stekkjarskóla. Hver dagur er stór dagur hjá sveitarfélögum og í dag er kannski ennþá stærri dagur en í dag var fyrsti dagur kennslu í nýju húsnæði Stekkjarskóla. Áætluð verklok voru 25. júlí en verktaki og sveitarfélög samþykktu að skólinn skyldi afhenda 17. nóvember. Það er nokkuð ljóst að það er svolítið tími liðinn síðan þá. Það eru bara umræður í gangi varðandi tafabætur og þess áttar en fyrst og fremst eru við virkilega ánægð að loksins er byggingin klár, skólahald hafið, byrjað að fyllast af lífi og vandað hefur vel til verka. Ég vil bara óska sveitarfélögum til hamingju með nýja byggingu. Takk. Takk fyrir Sveinn. Við erum hér í 16. máli á fundinum, eigna og veitunefnd, 14. fundur og Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, dýrlista hefur beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir tilheyrendur, mér langar bara rétt að koma hérna upp til þess að óska okkur öllum til hamingju, íbúum og okkur öllum til hamingju með þessa glæsilegu byggingu Stekkjarskóla. Ég fór þangað í morgun og það var gríðarlega mikil gleði og bros á vör og bara mikil stemming, svo ég segi það bara eins og það er, í Stekkjarskóla. RÚV var mætt þarna fyrir 8 að taka myndir og þau eru búin að vinna gríðarlega hörðum höndum að þessum flutningum. Við langar bara að þakka starfsmönnum og öllum sem komu að þessu verki, eign og veitu, alla, þið veitir, öllum sem hafa komið að þessu gríðarlega verkefni og bara þakka sérstaklega starfsmönnum fyrir sína miklu þolinmæði, því eins og Sveinn Ægir kom inn á hér áðan, þá er þetta búið að dragast gríðarlega og það er eins og það er þegar fólk er að bíða eftir ykkur, eftirvæntingin orðið mikil að þá og jafnvel alltaf alveg að fara að gerast að þá það tekur á og þau eru búin að sína mikla þolinmæði og ég hitti á föstudaginn, ég fór á föstudaginn aðeins og þá hitti ég mjög káta 5. bekkinga sem er elsti bekkurinn í Stekkjarskóla því að það hleðst alltaf aðeins undir hann. Kemur alltaf nýr árgangur undir, þau eru elst og verða áfram elst, þessi 5. bekkur sem er núna og þau fengu að fara þarna yfir og þetta var alveg ótrúlega gaman að sjá þau komu og voru að fá að skoða þessa glæsilegu byggingu og ég hlakka til þegar við opnum Stekkjarskóla fyrir íbúum til að sýna, já, bara þeim þessa það er ekki oft sem að sveitarfélag tekur í notkun svona húsnæði og langar bara að segja til hamingju við okkur öll og alla sem komu að þessu verkefni. Takk fyrir Fjóla. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti, já, mér langar bara að koma henni upp líka til að óska okkur öllum til hamingju með hennar nýja og glæsilega skóla. Það er náttúrulega bara risastórt í sveitarfélagi þegar auðvitað skólinn tók til starfa við svona aðeins flóknar aðstæður en samt heppnaðist það ótrúlega vel og það var einhvern veginn strax, maður fann fyrir því inn í skólanum þó hann væri í færanlegu kennslurými fyrst, hvað var góður andi í skólanum og hvað var góð menning strax sköpuð í skólanum. En það er alveg frábært að við séum það sé komið að þeim degi að þau hafa flytja inn í nýja húsnæði sem er stórglæsilegt og ég var formaður byggingarnefndarinnar sem að
sem að vann að þessu verkefni og það var nú ekki mjög flókið starfa að vera formaður af því að það var náttúrulega algjörlega frábært fólk í byggingarnefndinni, rosalega mikil fagmennska og bara flott vinna og það er bara alveg, það er svona, maður er svona næstu í klökkur þegar ég sá myndirnar í morgun frá, ég er nú ekki búin að takast að fara að skoða þetta en það er í rauninni magna að sjá svona heilan skóla verða til og þetta er, já, einmitt, við tókum fyrstu skóflustunguna Kjartan í mjög vondu veðri og með grímur, já. En þetta er bara mikill gleði dagur og bara til hamingju öll og með ykkur vegna vel í þessu nýja fína húsnæði. Takk. Takk fyrir það, Arna. Tökum undir þessar hamingjóskir til kennara og nemenda og foreldra og allra sem að þessu verkefni komu í Stekkjarskóla. Er fleiri sem vilja tjá sig til eigna og veiturlendar? Þess er ekki, þá fyrir við í 17. lið sem er velferðarnefnd. Fyrsti fundur haldinn 2. mars síðastliðinn. Enginn sem vil tjá sig þar eða hvað? Nei. Og þá fyrir við í 18. liðin á dagskrá, það með bæjarráð. 30. fundur haldinn 9. mars síðastliðinn og þá hefur Álfheiður Einarsdóttir álist að biðja orðið. Forseti, ég kem hér undir lið 5 í fundagerð bæjarráðs 30. fundi og vil bara sérstaklega þakka mannauðsdeildinni fyrir greinargóðar upplýsingar sem þeir komu með á fundin til okkar. Við í álistanum, við viljum sjá frekari upplýsingar mánaðarlega, heildar yfirlit fyrir hvert svið bæjarins. Það myndi bara hjálpa. Og er aðhald í því að halda þessum lykiltölum saman á hverju sviði og í hverju deild. Við hvetjum einnig til að þessi vinnubrögð verði fyrirmynd að starfsáætlunum allra sviða sem verði lagðar fram samhliða fjárhagsáætlun, þar sem koma fram fjárhagslegar sem og ófjárhagslegar upplýsingar, lykiltölur starfseminnar, ekki bara mannauðsmálin, heldur heildarfjöldi mála afgreiddur, sérstök áherslumál sem að verða á árinu og slíkt. Þannig að ásamt þessu mætti alveg koma fram líka árangur liðins árs. Það má alveg monta sig af árangrinum frá síðustu þá starfsáætlun, af því að þetta kæmi út í raun og veru árlega. Þetta eru fagleg vinnubrögð, þetta auðveldar bæði starfsfólki og íbúum að fylgjast með árangri og þróun starfsemi sveitarfélagsins. Starfsfólk eru upplýstara markmið og áherslur sviðsins, til hvers er ætlast af þeim og þetta er náttúrulega mun meira gagnsæi íbúa gagnvart starfseminni. Gagnsæi og fagleg vinnubrögð ásamt greinargóðum gögnum leiða til meiri aðhalds og aga í fjármálum. Þannig að ég vildi bara þakka mannauðsdeildinni sérstaklega fyrir mér og þetta alveg til fyrirmyndar og ég vona að þetta verklag verði tekið upp. Takk. Takk fyrir Álfheiður. Við erum að ræða 18. lið á dagskránni bæjarráð, 30. fund haldinn 9. mars síðastliðinn og Fjóla Steindóra, Fjóla Steindóra, ég hef ekki gripið þetta hjá þér Bragi hérna. Já, það hefur næstu komið hér til handalögmála, hverju undan, en Fjóla Steindóra, Kristinsdóttir délista. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari og tilhreindur. Mér langaði bara aðeins að koma hér og að því er sammála bæjarfulltrúa á Álfheiði, en langar að koma þess inn á það að við náttúrulega samþykktum og það er eitt af því sem við erum að vinna að núna er þetta mælaborð fyrir stjórnendur sem að að fara í innleiðingu núna sem að mun draga fram allar þessar tölur og í rauninni þær tölur sem við viljum komi fram
og á að vera fyrst og fremst til stuðnings við forstöðumenn til þess að þeir geti haldið utan sínar fjárheimildir, en þarna inni eigum við líka geta dregið fram mánaðarlega, vikulega, daglega upplýsingar og markmið sem við erum að setja okkur í dag verði svona þannig að þau sjáu hvar þeirra deild kemur inn í yfirmarkmið sem við vorum að setja okkur núna, og þá er það hægt að draga fram þær tölur sem í rauninni við viljum fá fram, hvort sem það er inn á bæjaráð eða mánaðarlega. Þá er það mjög einfalt fyrir þau líka að taka þessar tölur, ná þeim út úr kerfunum, kannski svo ég orðið það þannig að þetta skjáborð mun einfalda og í rauninni færa okkur betri tölur í rauntíma heldur en hefur verið áður. Takk fyrir Fjóla. Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti bæjarfulltrúar og tilnefnendur. Já, tek undir nákvæmlega. Bæjarráð vill akkurat taka fleiri svona og meira af svona upplýsingum inn mánaðarlega og alltaf svo ekki að ílengja það en við eigum að hafa við það þau vinnubröð þannig að allir séu upplýstir, og það er nú bara þannig að kannski almennt á Íslandi hefur verið lélegt að nýta okkur tölfræðara þætti til þess að taka ákvarðanir framhaldið en það er allt í batnaðar held ég og þetta hjálpar okkur í okkar ákvarðanatökunni þessar sveitarfélags og því meiri upplýsingar sem við fáum þeim mun betri ákvarðanir getum við tekið. En mér langaði líka að bara rétt að nefna svona tengst við það sem mál sem var á dagskrá umhverfisnefndar og kom fyrir bæjarráð. Það var samstarf græna upplýsingaveitu Laufsys. Bæjarráð samþykkti að samning við Laufið, hann felur ekki í sér kostnaðarauka fyrir sveitarfélagið en hann felur í sér aukna vinnu og þannig erum við að stíga ákveðin skref, kannski græn skref má segja, að virkja okkar stofnanir í að merkja við hvernig gengur okkur í grænum skrefunum átt að sjálfbærni og þar erum við að horfa til heimsmarkmiðina og fleiri þátta sem er bara mjög jákvætt og gaman að geta tekið þessi fyrstu skref til þess að draga svona upp á yfirborðið hvað við erum að gera í þessum efnum og það hjálpar okkur alltaf upp á framhaldið að gera. Þetta er bara svona upplýsing þetta. Takk. Já, takk fyrir Bragi. Eru fleiri? Svo er ekki, þá göngum við til 19. liðar á dagskránni sem er skipulagsnefnd, annar fundur haldinn 8. mars síðastliðinn. Hverju sem vilja tjá sig þann fund? Ef svo er ekki, þá förum við í 20. liðin sem er fræðslu- og frístundanefnd, annar fundur haldinn 8. mars. Einhverju sem vilja tjá sig hann? Ef svo er ekki, þá förum við í 21. lið sem er ungmennaráð, annar fundur haldinn 7. mars síðastliðinn. Einhver sem vil tjá sig ungmennaráðið. Ef svo er ekki, þá göngum við til síðasta liðar á dagskrárfundarins sem er númer 22. Það er bæjarráð 31. fundur haldinn 16. mars síðastliðinn. Einhver sem vil tjá sig, Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti bæjarfulltrúar og tilnefnendur, bara rétt til að hnykkja og fylgja eftir umræðinu sem var hérna áðan af því að þetta mál kom á dagskrá bæjarráðs, 11. mál sem er umsögnum eða sem kemur úr samráðsgáttinni þar sem er verið að tala þessar gagngeru breytingar á regluverki jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Þetta kom til umræðu í tengslum við markmiðin okkar áðan og viljum bara hnykkja. Þetta kom þarna á dagskrá líka og bæjarráð fagnaði náttúrulega þessum tímabæru tillögum að breytingum á regluverki jöfnunarsjóðs. þar sem við teljum það náttúrulega bæði sanngjarnar og nauðsynlegar. En eins og framkomið þá kemur sveitarfélagið vel út og verið að viðurkenna ákveðna þætti í okkar rekstri sem koma þá til tekjuaukningar. Það er svona ekki að fara nánu til það en bara taka undir þau orð sem hafa verið sögð þetta áður á fundurum varðandi þetta mál. Takk. Þakkaði fyrir, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá höfum við lokið dagskrá fundarins og þá er bara komið að lokum, dagskráni tæmd og ég segi bara 15. fundi bæjarstjórnar Árborgar, kjörtímabilið 2022 til 26 slitið.